Góðan daginn. Í dag langaði mig til að tala tilraun sem var gerð fyrir 1940 af Francis M. Pottinger Jr. En hann gerði tilraun með 900 ketti og það sem ég langaði til að benda á hversu slæm áhrif unnin matur hefur á okkur, á líkama okkar. Að breyta matnum svona rosalega eins og hefur verið gert á síðustu áratugum engan veginn að fúnkera með þessum líkama. Allavega Pottinger, hann hafði 900 ketti til umráða og hann allavega bjó til 4 hólf og setti þessa ketti jafnt í þessi hólf. Og síðan gaf hann hólfunum eftir ákveðinni formúlu. Formúlan var einföld. Formúlan var þannig að fyrsta hólfið, það fékk hrátt kjöt og óunna mjólk, ógerilsneyta og fitusprengda mjólk, bara beint úr kúnni. Og næsta hólf, þar var mjólkin gerilsneydd en kjötið hrátt. Þriðja hólfið, þar var kjötið soðið og mjólkin hrá eða beint frá kú. Og í 4. hólfinu þá var mjólkin gerilsneydd og fitusprengd og kjötið soðið. Þannig að gersamlega hrátt og svo í mismunandi stigum unnin vara og síðan í 4. hólfinu full unnið. Soðið kjöt, fitusprengd og gerilsneydd mjólk. Nú, þessi tilraun hún tók 10 ár. Og það sem gerðist á þessum 10 árum var að í fyrsta hólfinu þá var allt eðlilegt. Og kettirnir héldu áfram að fjölga sér og afkvæmin voru eðlileg og allt hélt áfram sem vanagang. Í næstu 2 hólfum þá var úrkynjun á mismunandi hátt. Og í 4. hólfinu, og það í rauninni það sem ég að tala sérstaklega, og það að í 4. hólfinu þá voru kettirnir dauðir á 3. kynslóð. Úrkynjunin, ófrjósemin, þeir bara héldu ekki áfram að fjölga sér. Nokkuð merkilegt, en málið að út frá kannski þessari tilraun þá hefur verið talað að við, mannkyn, eigum þá hættu að verða úrkynjuð eða ekki ná að geta af okkur afkvæmi á 3. kynslóð eða svo. Nú spurningin hvort að ég fyrsta, önnur eða 3. kynslóð. Ég veit að ég allavega ekki 3. kynslóð vegna sem ég á 4 börn. En ég gæti verið önnur kynslóð. Mögulega fyrsta kynslóð. En í öllu falli þá eins og komið fram í fjölmiðlum og víðar og það komið samtök sem að halda utan það að ófrjósemi og þar sem verið að styðja hjörðandi þennan þátt að ófrjósemi orðin raunveruleiki. Nú, fóstrin eða frjóvgun verður en börnin þau bara verði ekki til, það verður fósturlát einhvers staðar á leiðinu. Nú, til þess að styðja kannski þetta, þá nú nærtækari saga heldur en frá Pottinger. Hún hérðan úr sveit á Íslandi. Ég heyrði þess sögu fyrir svona 5-6 árum síðan, eitthvað svoleiðis. Það var þannig og þetta trúlega þekkir sveitafólkið mun betur heldur en við borgarbörnin. En sagan segir frá því að það var heimalingur sem eða ær sem var annaðhvort hafnaði lambinu eða eitthvað gerðist allavega, tilvarð heimalingur. Og það varð að slátra heimalingum. Og þessi, svo kona sem segir söguna, hún kemur á bæinn það bil sem verið að taka þessi ákvörðun að það verði að slátra heimalingum. Og hún spyr, ekki hægt bara að kaupa mjólk út í búð og gefa honum? Og þá svarið, nei, hann drefst af henni. Og
Ástæðan náttúrulega svo, eða allavega ástæðan var gefin að mjólkin unnin og hún semst ekki lífvænleg fyrir heimalinginn. Og þá eðlilega spyr maður, semst unnin mjólk, hún þá lífvænleg fyrir börnin okkar? Út af hverju ætti hún að vera það frekar heldur en fyrir heimalinginn? Hann að vísu fær eingöngu mjólkina og þar af leiðandi þá eru áhrifin semst ákveðnari eða kröftugri, en semst unnin mjólk hún það besta fyrir líkama okkar, og ég held að við verðum hvert fyrir sig að svara því bara. Í öllu falli þá eru þarna tvær sögur það hvernig unnin matur ekki kannski að virka með líkamanum okkar eins og við höldum að sé að gera þegar við förum út í búð og kaupum hann.